Ég ætla að sýna ykkur hvernig maður grópar stein í hring. Hér er ég með fullunnin tilbúinn silfurhring og hér hef ég lítinn grænan sirkonístein. Við byrjum á því að merkja út hvar við viljum setja steinin. Þetta hér er heldur góði staður. Þá merki ég það fyrst með penna. Svo mæli ég steinin, þá er mitt best að hann snúi á hvolfi og ég loka rennumálinu hægt og rólega. Set hann hérna alveg fremst á oddinn og sé það að hann er 2 millimetrar í þvermál. Þá finn ég til kúlufræsina. Þau byrja bara á litlum, bara hérna 0,95 millimetrar. Bora hérna það sem ég merkti í. Svo bara trappa ég mig hægt og rólega upp. Næst fer ég bara í 1,5 kannski. Þetta er bara silfur þannig að það er rosa mjúkt. Það sem er of mikið. Og ég bora þar til að ég sé að fræsin er komin cirka svona kúlan er hálfa leið ofan í. Og svo sný ég svona reglulega, þá veit ég að bora nokkuð beint. Hér er ég með svo bíflugnavax sem er búið að rúlla upp í ösku, þannig að það er svona klístrað en ekki of klístrað. Ég nota það en ég er búin að snúa steininum við. Ég nota það til að ná steininum upp. Þá get ég haldið þess að á steininum svona framan á. Og á það auðvelt með að koma honum ofan í gatið sem ég er búin að gera frekar en ef ég myndi nota pinsettin í það. Núna tek ég stækkunargleraugun og ég vil að steinin sé, ég vil þess að þetta borðið á steininum sem er efsti parturinn standi rétt fyrir ofan, sem sagt brúnina á hringnum. En þannig að kanturinn fari aðeins niður. Þetta er bara mjög gott. Veit ekki hversu vel þið sjáu hérna. Það er örlítið ofan í. Hérna er ég bara með gamlan fræs sem ég hef fræst til. Eða bor sem hefur brotnað. Og ég á svona í nokkrum stærðum og gerðum. Þessi er svona rúnari. Þessi er hvassari fyrir minni steina. En ég byrja oft á þessum stærri til að ná svolítið stórum skugga. Og þá byrja ég bara hægt og rólega. Og því steinin, þetta er það harður steinn, þá má ég alveg snerta steinin. Ef ég væri með brothættari stein, þá myndi ég ekki vilja koma við steinin. Þá myndi ég gera þetta undir smásjá. En hérna er svolítið erfitt að komast að það er svona núrinu, þá skipti ég bara, tek þennan minni og vinn með svona hægt og rólega hringinn í kringum steinin. Maður vill gera það sko smá í einu en samt ekki of rólega því þú vilt heldur ekki herða efnið of mikið þannig að þú náir ekki að ýta því yfir. Sé ég líka, ég hef ýtt nóg fast, ég sé það að það komið svona spegill hérna inn í. Hérna. Þá veit ég að steinin er nógu djúpt onni til þess að ég hafi efni til að ýta yfir hann. Svona, ég sé að steinin er fastur. En til að vera alveg viss, þá set ég hringinn aðeins í ultrasónupottin. Þetta er svona hljóðbylgjur sem hrista vatnið og ef steinin gefur sér svona 5 mínútur, ef steinin er alveg fastur, þá dettur hann ekki úr. Ef hann er eitthvað laus, þá hefur hann hoppað eða dottið úr. Hringurinn var í pottunum í nokkrar mínútur. Sé að steinin er ennþá í. Og það þýðir að þetta var nógu vel gert hjá mér. Sjá. Sko.